og velkomin í Gunnhann Brasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn ýmiss konar handverk undir nafninu Gunnhann. Þessir þættir hjá mér Gunnhann Brasar eru vikulegir og ég set þá alltaf inn á sunnudögum. Fyrsta mál. Ég er búin með útsauminn, eða það er að segja ég hélt ég væri búin með hann og var mjög ánægð að þetta hafðist loks af því það eru svo óheyrilega margir klukkutíma sem hafa farið í þetta. En svo kíkti ég á pakninguna, núna bara rétt áðan, og ég sá að það er afturstingur sem er saumaður hérna í þessa fleti sem ég á eftir að gera og ég ætla náttúrulega að gera það því það kemur miklu betur út. Sjá, þetta eru svo stóri fletir hérna, ef ég set annan afturstingssporin hérna í að þá verður þetta miklu flottara. Þessi pakning er frá Victoria Albert Museum og þetta er unnið upp úr verkum eftir William Morris. Ég ákvað að þetta yrði ekki bókamerki. Það væri allt of mikil vinna lögð í það og ég nennti nú ekki að gera þetta alveg eins langt eins og átt að vera. Ég sleppi þessum hérna parti. Og ég sem sagt ákvað að gera þetta ekki að bókamerki, heldur ætla ég að finna þessu eitthvert verkefni sem að ég get svona notið hversdags en ekki bara geyma þetta inn í bók. Ég vil geta hort á þetta svona. Ég er með annað klár og það er peysan Mýþríl eftir Guðlaugu Svölu Kristjánsdóttur og hún er svona. Þessi peysa er prjónuð úr Hip Mohair úr gatbúðinni Eddu. Ég er búin að vera að spá mikið í að mér langaði í svona sinnepsgulan lit, að fá mér einhver föt úr því. Þannig að ég sá þetta hjá henni í búðinni og bara heillaðist af þessu. Og það er ekki verra að peysan er ekki nema 100 grömm. Þetta er svo létt. Og hún er prjónuð frá hálsi og niður og ég hélt ég hefði ekki gert það áður en svo mundi ég eftir því að ég hefði prjónað lopapeysu fyrir þó nokkuð mörgum árum sem var prjónuð svona frá hálsmál og niður og ég ætla ekki að segja ykkur hvað þetta var mikið mál fannst mér að vera með svona stóra peysu. Var búin að gera bólinn og allt það og svo þegar ég var að gera ermarnar þá þurfti ég að snúa þessu alltaf einhvern veginn í fanginu á mér. Ég var með allt í fanginu og mér fannst þetta bara erfitt þannig að ég hef aldrei nennt að gera aftur svona þessa aðferð. En 100 grömm, það er ekkert mál. Þessi peysa prjónuð með svona tökkmunstri og þannig að hér er réttan sem ég er að prjóna. En svo er henni snúið við þegar hún er tilbúin og þá kemur munstrið almennilega út. Ég er að prjóna núna sokka úr bókinni 52 Weeks of Socks. Þar sem ég setti áskorun á mig að gera 1 par úr þessari bók á mánuði og þetta eru sokkarnir sem ég er að gera núna. Ég var byrjuð á þessum sokkum með mjög marglituðu garni en var svona hrædd að munstrið myndi ekki koma nógu vel út þannig að ég skipti og er að nota hérna Hot Socks garn úr Ömmu Mús. Og mér finnst þetta koma bara mjög vel út, munstrið. Ég held að þetta yrði ekki eins flott í hinu garninu. Svo eru svona mismunandi hælar í þessum uppskriftum. Hér er ég að gera hæl sem ég hef ekki gert áður. Ég hef svo sem ekkert mikið verið að prjóna sokka og ef ég hef prjónað einhverja sokka þá hafa þeir bara verið mjög basic sokkar. Ég var að nota lukkuprjónuna mína í þessu. Og hvað gerðist þegar ég var að gera hælinn? Það fór í tvennt, einn brotinn. Þannig að ég sé það að ég get ekki notað
fíngerðu prjónuna. Ég hlýt að geta notað 3, 3,5, 4, man ekki alveg upp í hvaða stærðir fara, en allavega þessi fíngerðustu, það er ekki fyrir mig. Þegar strákurinn minn kom úr sóttkví núna á gamlársdag að þá fékk ég jólapakkan frá honum og meðal annars að þá fékk ég sokkagagn eins og ég hafði óskað mér og hann valdi þessa liti, þetta er gagn frá Vividwool, keypt í litlu prjónabúðinni. Og þetta er eitthvað þema núna. Þessi litur, hann verður liturinn minn næsta árið. Hef ekki átt neitt sinnumskuld hingað til og núna verður það sokkar og peysa og hvað er næst, ég veit það ekki, það kemur ljós. En mér finnst þessi litur alveg rosalega fallegir. Eins og ég sagði þá var strákurinn minn í sóttkví hérna niður í kjallara og kom á annan jólum og var hérna í sóttkví fram á gamlársdag og þá gat ég ekki verið hérna á vinnustofunni minni þannig að ég ætla nú aldeilis að gera ýmislegt uppi og fór með alls konar dót hana upp og þar á meðan rokkinn og alls konar ull og svona því að ég ætlaði að fara að spinna. Gerði ekki neitt, spann ekki neitt. Ég veit ekki alveg út af hverju. Ég var svolítið upptekinn í að prjóna peysuna og sauma í krosssauminn og það svona eiginlega fór allur tíminn í það. Kannski var það líka því að þegar maður er að spinna úr ullinni að þá svona ívist ull út um allt og ég nennti kannski ekki að fá það þarna uppi. Verður alltaf eitthvað að sópa þarna í kringum mig og svona. Þannig að það bara er næsta mál. Ég bara kem aftur með rokkinn hingað niður og fer að spinna hér. En ég ætla að sýna hérna, fór fyrir nokkrum árum á The Knitting and Stitching Show sem er í London 2 ári og ég hafði keypt þetta hérna, þessa ull sem búið verið að kemba saman svona alls konar liti og alls konar þræði og mér varst þetta svo fallegt og ég hef alltaf geymt þetta, ætlaði að gera eitthvað almennilegt úr þessu. Og þegar ég er komin á skrið með að spinna að þá ætla ég að gera gagn úr þessu. Ég er svolítið spennt að sjá hvernig þetta hérna mun koma út. Og hvað? Karrígulu litur þarna inn í. Það verður liturinn minn árið 2021. Karríguld. Það er sinnumskuld. Ég hef ekkert að sýna að verkefni sem unnin er í saumavél, þar sem að ég hef bara ekkert snert á saumavélinni síðan í síðasta þætti. Og það stendur nú samt til bóta. Það er svona, eru nokkur verkefni sem bíða þess að vera unnin. Ég er búin að ákveða hvaða efni að vera í þeim verkefnum og svona taka það til þannig að það er bara að vinna þau. Í síðasta þætti að þá tala ég um það sem að ég klæddist þá stundina. Og mér datt í hug að gera þetta í hverjum þætti, þannig að ég segi svona frá því sem að ég er í. Það er að segja, þetta er kannski eitthvað sem ég hef gert, sem einhver annar hefur gert og gefið mér, eða ég hef keypt einhverja hönnun. Og þetta sem ég er í núna, það er skyrta, unnin upp úr gömlum skyrtum og Íris Eggertsdóttir vinnur þetta undir merkinu Líber. Ég á nokkra flíkur eftir hana. Ég er mjög mikið fyrir að endurnýta hluti. Vil helst ekki henda neinum textíl og ef að ég læt frá mér textíl að þá vil ég að hann fari eitthvert sem að hann er nýttur þá áfram. Ég hef verið að safna að mér gömlum útsaum og hérna, ég á svolítið góðan slatta af því og það er svona eitt af verkefnunum árið 2021, sem sagt á þessu ári, það er að vinna upp úr þessum gamla útsaum sem ég á. En mér datt í hug að sýna ykkur hérna 3 verkefni sem að ég er búin að gera. Hérna er löper sem ég bjó til. Það er að segja að ég fékk þennan gamla útsaum hérna og ég setti síðan sléttflauel í hliðarnar
og fóðraði. Og þá er þetta þessi fíni löper. Hér er annar úr klukkustreng. Það var ekkert búið að setja þetta neitt upp í klukkustrenga en eitt svoleiðis, heldur fékk ég þetta bara, stykkin bara tilbúin saumuð. Og hér setti ég líka þá slettflauel og fóðraði. Svo gerði ég púða úr þessu hérna. Taka myndir af þessu og þá sjáum við þetta betur. Það er alltaf svolítið erfitt að lyfta þessu svona upp. Fyrir nokkrum vikum að þá sagði ég ykkur frá gatninu sem ég fékk úr Stórhöfða. Þegar var verið að tæma húsið þar, að þá kom ýmislegt í ljós og það var ekki bara gatn, heldur var fullt af útsum líka. Sem sagt amma og langamma mannsins míns höfðu unnið. Flest allt var þetta í púðum og ég hef verið að finna því farveg og ég ætla að sýna ykkur núna svolítið af þessu. Hérna er ég búin að klippa þetta út. Ég ætla að setja þetta á flík sem ég sauma. Og svo er hérna páfugl. Mér fannst hann ofboðslega fallegur svona. Ég tók púðan í sundur og hvað kom í ljós? Allir litirnir komið þá í ljós. Þannig að þetta er náttúrulega svo gamalt, þannig að það er orðið upplitað af sólarljósinu. Og hér koma litirnir. Og það var annar púði líka sem að sem að var svona. Og ég set mynd á honum hérna. Og ég gerði sem sagt nýja púða úr því stykki og gaf tengdamömmu í jólagjöf. Og í gamla daga þá var vandað til verka að ganga frá endum. Þannig að það lá við að réttan og rangan væri bara svipuð. Að þú sæir ekki, þú sérði ekkert það sem er verið að ganga frá endunum. Það er nú eitthvað eftir af litunum í þessu. En hérna er bakliðin. Sjáu hvað þetta er fallegt. Og það er, þú sérð ekki hvar gengið er frá endunum. Þetta er bara unnið með lykkjuspori. Þessu er líka dofnað, mjög fallegt svona, en maður sér hér hvernig litirnir hafa verið í byrjun. Og það er það sama, það er alveg hægt að hafa rönguna út núna. Ég ætla bara svona að leyfa ykkur að sjá allt þetta sem er hlotnaðist. Hvað stendur hérna? Farsdag, já. 1979.
Nú er ég búin að draga þetta fram og ég þarf að finna þessu verkefni. Það er að segja hvað ég ætla að gera úr þessu. Það verður ekkert allt á púðum. Ég get ekki átt 20 púða hérna heima, en ég ætla að finna þessu eitthvað. Þetta er þá komið hjá mér í dag. Takk fyrir að horfa og við sjáumst eftir viku.